Börnunum líður vel með hreinar og heilbrigðar tennur. Foreldrar gegna lykilhlutverki í tannvernd barna sína. Reglulegt tanneftirlit, góð tannhirða og hollar neysluvenjur stuðla að fallegu og heilbrigðu brosi alla ævi. Sogþörfin meðfædd og veitir ungbörnum ákveðu öryggi. Betra að venja börn á snuð en að þau fái að sjúga á sig fingurna, því erfiðara að venja þau af fingursvægi. Móðurmjólkin mikilvægur hluti fæðunar allt fyrsta árið. Í kjölfar tanntöku við 6 til 8 mánaða aldur þó æskilegt að draga úr næturgjöfum, hætta að gefa mjólk úr pela og bjóða einungis upp á vatn á nóttunni. Gefi barninu aldrei ávaxtasafa úr pela, hvorki á nóttu né degi, því sykurinn skemmir tennurnar og ávaxtasýra eyðir tannglerungi. Sætindi má ekki setja á snuðið, því sykruð fæða, bæði matur og drykkur, skemmir tennur barnsins. Tanntökunni fylgja ákveðin einkenni, svo sem sársauki og kláði í gómum. Hár viðvarandi hiti þó aldrei af völdum tanntöku. Allar barnatennurnar 20 hafa venjulega skilað sér fyrir 3 ára aldur og þá tímabært að hætta snuðnotkun. Börnunum líður vel með hreinar og heilbrigðar tennur. Góð tannhirða barninu nauðsynleg og tennurnar verður að hreinsa þó ekki sé það alltaf auðvelt. Börn yngri en 3 ára best að hafa vel skorðuð í útafliggjandi stöðu við framkvæmd tannhreinsunar, til dæmis á skiptiborði eða í fangi foreldris. Foreldrar geta hjálpast að. Höfuð barnsins hvílir þá í kjöltu þess foreldris sem bustar tennurnar, en aðstoðarforeldri heldur barninu í kyrru og hefur það hlutverk að dreifa athygli barnsins. Nota á tannbursta með þéttum, mjúkum hárum á nettum haus með skafti sem passar í fullorðins hendi. Notið 0,1 til 0,15% flúortannkrem, því flúor herðir tannglerungin. Notið lítið af tannkremi eða magn sem svara til 1/4 af nögl litla fingurs barnsins, því barnið kyngir því tannkremi sem upp í það fer. Vörum og kinnum á halda frá tönnunum með fingrum annarar handar leið og busta með hinni hendinni. Busta þarf í 2 mínútur. Nauðsynlegt að busta tennurnar 2 sinnum yfir daginn, til dæmis eftir morgunverð og mjög vel áður farið í háttinn. Best að finna tíma sem hentar bæði foreldrum og barni.